Við erum hér saman komin til að kveðja hinstu kveðju Grím Þór Gretarsson frá Syðri Reykjum. Ég votta ykkur sem hér eruð mínar innilegustu samúðarkveðjur þegar við í dag felum Grím og okkur sjálf í Guðs hendur á þessari stundu saknaðar og sorgar sem líka stund fallegra og góðra minninga. Og fyrir þær allar erum við þakklát og biðjum Guð að blessa þær. Við megum signa okkur og segja í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda og segjum saman: vertu nú yfir og allt hring með eilífri blessun þinni, sitji Guðs englar saman í hring, sænginni yfir minni. Amen. Það sést vel til fjalla á þessum fallega vordegi og þá er svo gott að heyra þessi orð úr 121. Davíðssálmi: Ég hef augu mín til fjallanna, hvaðan kemur mér hjálp. Hjálp mín kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fót þinn skriðna, vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki. Hann vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn, Drottinn skýlir þér. Hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitin ekki vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu. Hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu, héðan í frá og að eilífu. Amen.
apostuli skrifaði til vina sinna í borginni Filippí sem að þá var hluti af rómverska heimsveldinu, á meðan hann sat sjálfur í fangelsi í Róm. Og hann hvetur þau með þessum orðum: verið ávallt glaðir í Drottni. Ég segi aftur, verið glaðir. Ljúflyndi yðar verði kunnugt öllum mönnum. Drottinn í nánd. Verið ekki hugsjúk neitt, heldur berið í öllum hlutum óskir ykkar kunnar Guði, með bæn og beiðni og þakkargjörð. Og friður Guðs, sem æðri öllum skilningi, mun varðveita hjörtu yðar og hugsanir í Kristi Jesú. Amen. Við heyrum heilagt Guðspjall sem skrifað hjá Markúsar Guðspjalli og það hljóðar svo í Jesú nafni. Þá hvíldardagurinn var liðinn, keyptu þær María Magdalena, María móðir Jakobs og Salóme
ilmsmyrsl til að fara og smyrja hann. Og mjög árla hinn fyrsta dag vikunar. Þá sólar upprás koma þær að gröfinni. Þær sögðu sín á milli, hver mun velta fyrir okkur steininum frá grafarmunnanum. En þegar þær líta upp, sjá þær að steininum hafði þegar verið velt frá, en hann var mjög stór. Þær stíga inn í gröfina og sjá ungan mann sitja hægra megin, klæddan hvítri skikkju, og þær skelfdust. En hann sagði við þær, skelfist eigi, þér leitið að Jesú frá Nasaret, hinum krossfesta. Hann upprisinn, hann ekki hér. Sjáið þarna staðinn sem þeir lögðu hann. Og þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall og sæl erum við, við heyrum Guðs orð og varðveitum það. Amen. Takk fyrir þessa dásamlegu tónlist. Ég heilsa ykkur í Jesú nafni. Við heyrðum áðan orð postulans þegar hann hvetur vini sína til að vera ávallt glaðir í drottni. Og hann skrifar, ég segi aftur verið glaðir.
Ljúflyndi yðar verði kunnugt öllum mönnum. Drottinn í nánd. Verið ekki hugsjúkir neitt, heldur gjörið í öllum hlutum, óskir yðar kunnar Guði, með bæn, beiðni og þakkargjörð. Og friður Guð sem æðri öllum skilningi, mun varðveita hjörtu yðar og hugsanir í Kristi Jesú. Amen. Það gott að finna kærleika og hlýhug ykkar allra þegar við komum saman hér í Skálholtskirkju til að kveðja Grím. Manninn sem var alltaf í gallabuxum, skyrtu sem var hneppt langt niður og með hrúgu af lyklakippum, festar við sig á einhvern hátt. Manninn sem lifði fyrir vinnuna, sem var alltaf á ferðinni í einhverjum ökutækjunum, ótal mörgu, sem hann stýrði í gegnum tíðina, en hafði líka tíma til að stoppa og spjalla. Manninn sem hugsaði alltaf vel tækin sín. Manninn sem sýndi alltaf ljúflyndi og gleði í þeim aðstæðum sem hann mætti. Grímur Þór Grétarsson var sumarbarn, fæddist 30. júlí árið 1959 að Syðri Reykjum hér í Biskupstungum. Hann lést á hjúkrunarheimilinu Hrafnistu Skógarbæ 8. maí síðastliðinn og náði því 66 ára aldri. Foreldrar Gríms voru Grétar Bíldfells Grímsson, hann lést árið 2003, og Guðrún Lára Jakobsdóttir sem féll frá árið 2006. Grímur Þór var elsta barn þeirra hjóna og systkini hans eru Sigurður Ólafur, Guðmundur Hrafn, Ingibjörg Ragnheiður og Dagný Rudd. Æskuár Gríms liðu hér í Tungunum, þar sem hann ólst upp á Syðri Reykjum og gekk í barnaskólan í Reykholti. Árið 1974 til 75 sat hann lýðháskólan hér í Skálholti og svo héraðsskólan á Laugarvatni árið eftir. Svo árið 1976 til 77 sótti hann svo nám við Fjölbrautaskólann á Selfossi og bætti við sig færni og kunnáttu í meðferð véla og ökutækja ýmiss konar. Og það var auðvitað í tengslum við gröfu vinnu sem leiðir Gríms og verðandi eiginkonu hans, Ingibjargar Sigurjónsdóttur, lágu saman í fyrsta sinn. Þá var Grímur að grafa á Írafossi, moka fyrir ljósastaurum, þegar hann sér þessa skvísu ganga framhjá og festir augun á henni. Og þegar hann kom aftur til sjálfsíns og fer að veita athygli því sem hann að fást við, þá sér hann að ekki fór betur en svo að hann hafði grafið upp kaplana sem lágu í jörð og áttu náttúrulega ekkert með að vera rifnir upp með rótum. En það fór svo að Grímur og Ingibjörg, sem var alin upp á Írafossi og á Ásgarði í Grímsnesinu góða, rugluðu saman reytum eftir tilhlýðilegt tilhugalíf og hófu þau búskap í höfuðstaðnum Reykjavík. Ingibjörg dóttir Magneu Helgadóttur sem lést fyrir 2 árum og Sigurjóns Guðjónssonar sem lést árið 2020.
Í Reykjavík bjuggu þau Grímur og Ingibjörg sem gengu í hjónaband 14. desember árið 1985 á ýmsum stöðum. Og á þessum árum þá var Grímur í störfum fyrir Reykjavíkurborg, svo sem snjómokstri fyrir borgina og hjá vatnsveitunni. Og auðvitað allt í sambandi við vélar, tæki og bíla. Og vélar og tæki voru líf og yndi, eða ær og kýr, getum við sagt, hans Gríms, allt hans líf. Hann eignaðist sjálfur fyrstu vélina, rúmlega 20 og var fyrst og fremst vélakall, gröfukall, snjósleðakall og rútukall að sögn fjölskyldunar. Og þetta mótaði líf þeirra auðvitað í nokkru mæli. Og eiginkona og börn fóru ekki varhluta af þeim lífsstíl sem fylgdi þessari ástríðu og starfsvali. En Grímur var ríkur maður þegar kom að börnum og fjölskyldu og eignaðist hann 5 börn. Elstur Haukur Þór og hans móðir Díana Sif Sveinbjörnsdóttir sem lést árið 2016. Dætur Hauks eru Viktoría Von og Rakel Kara. Börn Gríms og Ingibjargar eru Grétar Már sem kvæntur Maríu Burstedt og eiga þau Elsu Dögg, Dísu Ósk og Ellu Sóley. Einkadóttir Gríms og Ingibjargar Sandra Ósk. Hennar maður Ólafur Þór og þau eiga Elísabetu og Arnar Þór. Svo kemur Sævar Örn, hans maki Lilja Unnur og eiga þau Söru Katrínu og Ingibjörgu Fanney. Yngstur barna Gríms og Ingibjargar Sindri Már, hans kona Írena Ösp Dan og börnin þeirra eru Bríet Lára og Aría Lilja. Fjölskyldan flutti síðan úr borginni að Syðri Reykjum, ættaróðalinu, árið 1997. Fyrst sinn var það Ingibjörg sem hafði fast aðsetur þar því að Grímur vann áfram í borginni, svo það var mikið keyrt á milli. En Grímur var stoltur af æskuslóðum sínum og fannst mikilvægt að halda jörðinni í fjölskyldunni, svo komandi kynslóðir fengju að njóta. Honum fannst hreinlega vænt Syðri Reyki og fólkið sitt þar. Á Syðri Reykjum eru náttúrulega kjöraðstæður fyrir vélalífið góða og þar hélt Grímur áfram að grípa í ýmiss konar akstur og var mikið á ferðinni. Börnin fóru fljótt að taka þátt í störfunum og sinntu þeirri vinnu sem að þurfti að annast. Grímur greip í rútuakstur og var hluti í því ævintýri sem tengdust sérleyfisbílum Selfoss og Ólafi Ketilssyni. Svo endaði hann með því að eignast hlut í rútu með gömlum kempum frá SBS og var sú langferðabifreið nýtt í ýmsum tilgangi eins og að skutla fjölskyldunni á milli staða. Eins og áður sagði þá lifði Grímur á margan hátt fyrir vinnuna sína og í því samhengi fékk hans karakter að njóta sín. Hann hugsaði vel sína bíla og sín tæki og var til að mynda einstaklega minnugur á bílnúmer og gat þannig tengt ökutæki
og eigendur þeirra, svo undrum sætti. Hann var hugaður og óhræddur, kannski aðeins of mikið, en treysti vel sínum tækjum að halda sig á veginum, þótt til dæmis fríhjólað væri niður kambana. En eftir þá reynslu þá viðurkenndi hann að hann hafi orðið skelkaður. En Grímur kom á þessum árum víða við. Hann var til dæmis afar hjálplegur í starfi og uppbyggingu Ferðafélags Íslands hér á Suðurlands hálendinu og sinnti jarðvinnu víða hér. Einnig var hann einstaklega bóngóður og greiðvikinn til að vinna verk fyrir fólk, en ekki eins áfjáður að rukka fyrir greiðan. Og áhugamálin voru kannski helst á því sviði sem að vinnukraftar hans nutu sín. Það er að segja í tækjum og vélum. En tónlist gladdi Grím. Sérstaklega íslensk tónlist með hæfilegum húmor. Og við nefnum þar náttúrulega engan annan en Ladda, sem honum þótti mjög gaman að hlusta á. Hann fílaði líka ABBA. Og þessi tónlistar áhugi kom sér vel þegar tónlistar getraunir voru á dagskrá í sjónvarpinu og þar var ekki komið að tómum kofanum hjá okkar manni. En kannski einmitt vegna ástríðu Gríms á vinnu sinni og viðfangsefnum, þá var ekkert of mikið rými fyrir samvistir með fjölskyldunni. Nema þegar frú Ingibjörg tók til sinna ráða og hreinlega skipulagði og keypti ferðir innanlands og utan til að ná kallinum út úr hans náttúrulega habitati og fá hann til að eiga gæða tíma með fjölskyldunni. Það voru góðir tímar og góðar minningar sem þar urðu til, ekki síst í samskiptum við barnabörnin sem hann var afskaplega natinn við að sinna. En þessar fjölskylduferðir voru samt ekki alveg lausar við óvæntar uppákomur, eins og þegar ferð stóð yfir landið. Það var komið til Vestfjarða og með undraverðum hætti tókst Grími að komast í borð flugvél á Ísafirði og bara stakk af suður til að geta verið með vélunum sínum. Og fjölskyldan stóð bara og veifaði bless. En síðustu árin voru ekki auðveld fyrir fólkið hans Gríms. Grímur þjáðist af þeirri gerð heilaskaða sem að skerðir skilning og mat á eigin getu og félagslegu samhengi. Eftir árið 2017 fór hann sjálfur og þau í kringum hann að taka eftir breytingum á hans hegðun og þurfti að bregðast við því. Og dæmin eru ýmsar óútskýrðar bílferðir og tíðar óboðaðar heimsóknir á bæi í grendinni. Í þessum aðstæðum sýndi það sig vel hvaða mann Grímur hafði að geyma í raun og veru. Þótt að þessi skaði í huga hans hafi náð yfir höndinni, hélt hann áfram að vera glaður, góður og léttur í lund. Brosti við heiminum og við þeim sem hann mætti. Vildi gera allt fyrir alla. Aldrei reiður og hallmælti engum. Samfélaginu og vinum Gríms sem fylgdu honum þennan tíma ber einnig hrós og þakkir fyrir að hafa tekið honum
eins og hann var þá orðinn. Það var enginn sem lét hann finna fyrir því að hann væri ekki velkominn, heldur sýndu skilning og stuðning þegar þau vissu hvernig var í pottinn búið. Grímur og Ingibjörg fluttu suður fyrir nokkrum árum. Það var til þess að auðvelda aðstoð og að fá hjálp, og síðustu 2 árin bjó Grímur á Hrafnistu skógarbæ, þar sem honum leið vel og var vel liðinn. Þar hélt hann áfram að vera sá ljúflingur sem hann var, inn við beinið. Sá frá starfsfólki og íbúum Hrafnistu skógarbæ berst kærleikskveðja til fjölskyldunar við þessi tímamót. Kannski þurfa að loka hérna, það er svolítið að fara, ég held að það sé hávaðinn. En það eru aðrar kveðjur sem er ljúft og skylt að flytja hér í dag. Frá Helga og Freydísi, Eddu og Jan og Laufey og fjölskyldu sem eru stödd í Lúxemborg. Einnig kærar kveðjur frá Stjána og Guðrúnu í London. Þau þakka Grími Þór fyrir sem var alltaf brosandi og þannig minnast þau hans. Kjartan og Steina í Króatíu og Rúnar og Mary frá Aflgröfum senda sömuleiðis innilegar kærleikskveðjur. Árni, Jón og Laufey sömuleiðis. Og frá Magga og Stínu á Kjóastöðum kemur þessi kveðja: Elsku fjölskylda, við sendum okkar innilegustu samúðarkveðjum með þökkum fyrir áralangan vinskap. Og Ómar Sigurðsson, frændi og fjölskylda senda sömuleiðis hjartans kveðjur. Mér langar að lokum að minnast aftur á hvatninguna úr fangelsinu sem að postulinn var fastur í, að vera glöð. Það eru góð orð til að enda þessa hugleiðingar líf Gríms, þess góða drengs sem nú er genginn, en gaf svo mikið með ljúfu geði og blíðu brosi, líka úr því fangelsi sem hugur hans bjó honum síðustu árin. Við trúum því að nú muni friður Guðs, sem er æðri öllum skilningi, varðveita hjarta hans í Jesú Kristi í eilífu ljósi. Guð blessi minningu Gríms Þórs Gretarssonar og huggi þau sem syrgja. Amen. Að athöfn lokinni þá safnast nánasta fjölskylda Gríms til jarðsetningar í Torfastaða kirkjugarði og gestir eru beðnir að halda beint til erfidrykkju í Aratungu, þar sem verður tekið vel á móti. Takk. Oh
Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guðs sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Guð heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér. Því augu mín hafa séð hjálpræði þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða. Ljós til opinberunar þjóðanna og til vegsemdar líð þínum. Við þökkum þér, almáttugi Guð, fyrir sérlega góða gjöf í þessu lífi og fyrir von til eilífs lífs sem þú hefur endurfætt oss til fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Lít í náð til Gríms sem þú hefur kallað til hvíldar þinnar. Ver okkur öllum náðugur og miskunnsamur í lífi og dauða. Varðveit okkur í trúni á þig, að við megum ásamt þeim sem þú hefur endurleyst, lofa þig og vegsama að eilífu. Amen. Að
Við megum sameinast í bæninni sem að Jesús kenndi okkur og við byggjum hvert með öðru og hvert fyrir öðru. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Við megum rísa á fætur. Lofaður sé Guð og Faðir drottins okkar Jesú Krists, sem eftir mikil miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Jesús sagði, ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða og af jörðu skaltu aftur upprísa. Veit honum drottinn þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós
lýsa honum, hann hvíli í þínum friði. Amen. Og við megum standa áfram og gjarnan taka undir sálminn fallega allt eins og blómstrið eina. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Amen.
sendu nú vagninn þinn að sækja mig. Sendu nú gullvagninn að sækja mig. Gættu mín, gildu mig, gefðu mér friði. Langt er farið og mig langar heim. Sendu nú vagninn þinn að sækja mig. Sendu nú gullvagninn að sækja mig. Gættu mín, gildu mig, gefðu mér friði. Langt er farið og mig langar heim. Já, 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 já. Lengi hef ég reikað þennan bréfinn stíg. Rökkvað senn og þreytan er að buga mig. Hvar fjár ég að halla mínu höfði nú? Herra, enginn getur bjargað nema þú. Ég við þig, sendu nú vagninn þinn að sækja mig. Sendu nú gullvagninn að sækja mig. Gættu mín, gildu mig, gefðu mér friði. Langt er farið og mig langar heim. Já, 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 já. Líður þessi dagur senn og dimma fer. Djúpir eru skuldarnir sem þrengjað mér. Hvar fjár ég að halla mínu höfði nú? Herra, enginn getur bjargað nema þú. Ég við þig, sendu nú vagninn þinn að sækja mig. Sendu nú gullvagninn að sækja mig. Gættu mín, gildu mig, gefðu mér friði. Langt er farið og mig langar heim. Hvar fær ég að halda mínu höfði nú? Herra, enginn getur bjargað nema þú. Gættu